þá höldum við áfram í pólitíkinni með forsætisráðherra Sigmundur, þriðja stóra málið, afnám hafta. Hvar stendur það núna? Já, það hefur átt sér stað mjög mikil og mikilvæg undirbúningsvinna undanfarna mánuði og raunar alveg frá því ríkisstjórnin tók við. Það má segja að þar hafi menn á margan hátt byrjað á byrjunarreit því að nálgun þessara ríkisstjórnar mjög ólík nálgun þeirra síðustu, allavega þeirri vinnu sem að þá hafi verið unnin. Þessi vinna hefur einhvern snúið sem tvennt, annars vegar að meta efnahagslegu skilyrðin, það er að segja hver staðan og hvað ásættanlegt efnahagslega þegar kemur að afnámi hafta og svo í öðru lagi leiðirnar, hvaða leiðir eru færar, best til þess fallnar að tryggja efnahagslegu skilyrðin, að varðveita efnahagslegan stöðuleika á Íslandi. Nú þessari vinnu svo gott sem lokið og þau tíðindi urðu núna í janúar að skipulaginu var breytt eins og til hafði staðið og í stað þess að vera með undirbúningshópa eða sérfræðihópa sem voru að leggja línurnar, þá eru komin í framkvæmdahópar, fólki sem á að vinna að þessu mikilvæga verkefni sem aflétting hafta. Og þau eru búin að skila mjög góðu starfi á skömmum tíma sem var gaman að sjá. Þannig að ég held að við fyrir að sjá hreyfingu á þessu mjög fljótlega. Nátengt þessu haftaafnámi fjárheimta á hendur gömlu bönkunum eða þrotabúunum. Nú skilst mér að til sé að verða hreyfing, kannski ekki ósvipuð Indefense-hópnum sem þú kannast nú vel við. Á sínum tíma sem krefjist þess að sóttar verði fébætur í þrotabúin fyrir það tjón sem gömlu bankarnir ollu hér í samfélaginu. Sumir vilja halda því fram að beint tjón ríkissjóðs af þessu megi mæla til dæmis eða megi lesa út úr því að skuldaaukning ríkissjóðs í kjölfar hrunsins var 1200 milljarðar króna eða svo og þessa upphæð eigi að sækja í þrotabúin. Hvað finnst þér þessa nálgun á mál? Já, fyrst varðandi skuldaaukningu ríkissjóðs þá verður að taka það með í reikningin að hluta til koma þarna eignir á móti og umtalsverðar eignir í sumum tilvikum og svo verulegur hallarekstur ríkisins á síðasta kjörtímabili. En hvað varðar hugmyndir að setja af stað einhvern svona hóp, þá líst mér bara vel á það. Ég held að það væri ágætt að fá mótvægi við umræðan úr hinni áttinni, eða kannski réttar orða það þannig að það væri æskilegt að fá mótvægi við þrýstingin úr hinni áttinni, því að ekki þetta allt í formi umræðu, ýmislegt undir yfirborðinu. Að minnstakosti ljóst að þessir kröfuhafa bankana hafa varið hér tugum milljarða í hagsmunagæslu á Íslandi og ráðið til starfa fjöldan allan af lögfræðistofum, almannatengsla fyrirtæki og þar fram til götunum. Þannig að í þessu mikill þungi úr þeirri átt, svoleiðis að ég fagna því ef menn byrja að þrýsta aðeins á móti. Hvernig hefur þetta verið undir yfirborðinu þessi þrýstingur? Á hvernig mæla menn það og finna fyrir það? Já, þegar svona mikla hagsmuni að ræða eins og hér ræðir, þúsundir milljarða og menn verja milljörðum og milljarða ofan í að verja þá hagsmuni. Ég hef heyrt töluna að þeir séu með 300 manns í vinnu á Íslandi. Ég held að það sé ekki fjarri lagi. Þá auðvitað hefur það ýmis áhrif og tekur á ýmsar myndir. Það geta verið tilburði til þess að dreifa einhverjum sögum, koma einhver á stað í umræðinu sem hendar málstaðnum, búið til þrýsting á stjórnvöld, stundum beinan þrýsting með umræðum skaðsemi hafta og mikilvægi þess að fara að aflétta þeim strax, fyrirtæki sé að fara á landi og þar um til göttunum, stundum þrýstingur óvæntri átt, jafnvel að gera stjórnmálamönnum erfitt fyrir einhverju öðru máli til þess að sækja fram á þessum vígstöðum. Finnst þér þeir vera að beita óeðlilegum þrýstingi eða óeðlilegum aðferðum til þess að ná fram hagsmunum sínum hér á Íslandi? Mér finnst þeir ganga býsna langt, já, meðal annars í því að kortleggja samfélagið hér, stjórnmálamenn, fjölmiðlamenn, alla það sem eru líklegir til þess að hafa einhver áhrif á gangmála og umræðina, skrifa það mikla skýrslur og þær skýrslur eru þetta unnar til þess að hafa þá áhrif í framhaldinu. Þetta örlítið ógnvekjandi þegar að
annars vegar að ræða rúmlega 300.000 manna þjóð og svo þessi fjármálafyrirtæki með þessa gríðarlega miklu hagsmuni. Og það leiðir hugana því að við þurfum hér á Íslandi að gera ráðstafanir til þess að fá þessa hluti upp á yfirborði eins og kostur og með því við þurfum til dæmis að líta til annarra landa lögum skráningu hagsmunaaðila. Í Kanada til dæmis skilst mér að svona starfsemi að þeir sem að vinna fyrir slík aðila þyrftu að gera grein fyrir því. Og þetta eitthvað sem við erum þá að skoða núna, hvort að ekki þurfi að innleiða hér. Út af því sem þú segir að þetta að minnst okkur til hlutar af þessu séu undir yfirborðinu, að það séu í gangi þá hagsmunagæsla sem menn viti ekki og þekki ekki hverjir stundana. Já. Tengt þessu kannski að þessir sömu aðilar, þrotabúin, kröfuhafarnir, eiga jú 2 af 3 stærstu bönkunum hérna á Íslandi. Þingmenn Framsóknarflokksins hafa sumir hverjur, ég held að það bara verið í gær, verið að benda á það, sko með hvaða hætti bankakerfi kannski vinnur þetta. Það líður ekki sá ársfjórðungur að við heyrum ekki af ofsagróða bankana. Þeir kynna hér ársfjórðungslega 20 milljarða króna hagnað af starfsemi sinni. Hér eru langhæstu vextir, held ég, sem bara þekkjast í okkar heimsluta. Vaxtamunurinn mjög mikill. Ef maður væri svona illskeittur í þessu þá gæti maður sagt að þessi bankar hér eru í frjálsri og samkeppnislausri beit á almenningi hérna á Íslandi að því leyti til að þeir raka til sín hagnaði. Það engin samkeppni við þá. Þeir eru 3 á ferðinni, ríkið á nú reyndar eitt þeirra. En er þessi fjármálastarfsemi eins og hún stundu hér á Íslandi eðlileg? Er allt í lagi ef við séum að borga 3 sinnum hærri vexti heldur en til dæmis verðbólgan komin niður í 0, en það gerist ekkert í þessum vaxtamálum? Það vonum þú spyrjir. Mér finnst þetta að vera mjög mikið áhyggjefni. Vaxtastefnan eitt, ég ekki sammálinni. Ég skil ekki í því að menn skuli viðhalda svona háum vöxtum hér þegar verðbólgan eins og segir nánast engin. Og svo það starfsemi bankana, þessi gríðarlegi hagnaður nú eitt. Hann verður nú varla til með þjónustugjöldum og slíku, þó að það sé nú annað. Ég ekki hrifinn af því hvernig menn hafa verið að fikra sig áfram í að innleiða nýja gjaldtöku, en hagnaðurinn verður til að því virðist annars vegar með uppfærslu eigna sem voru þá færðar yfir í nýju bankana með töluverðri afskrift og eru svo innheimtast miklu meira heldur menn hafði gert ráð fyrir, eða annars skuldir heimila og lítilla íslenskra fyrirtækja, rekstra fyrirtækja, og svo það vaxtamunurinn og hann verulegt áhyggefni og mér finnst hann áeðilega mikill. Ég tala nú ekki þegar að stýrivextinir eru jafn háir og raun ber vitni. Hvað geta stjórnmálamenn gert í þessu? Það takmarkað í nútíma samfélagi, en þó vil ég segja að ég þeirra skoðunar að á meðan við erum með ríkisbanka, sem Landsbankinn, þá ætti ríkisbankin, banki sem í eigu almennings, að ganga undan með góðu fordæmi. Þannig að hann þá leiði þessa þróun inn á betri veg, til betri vegar, og taki á hlutum eins og þessum gríðarlega vaxtamun, sé ekki að innleiða ný þjónustugjöld. Ég tala nú ekki að hann fari nú ekki að byggja sér nýjar höfuðstöðvar á dýrasta stað landsins. Af hverju stoppiði það ekki ríkisstjórninni? Þetta ykkar banki, ekki? Jú, en þetta ekki út úr öllu korti? Ég held að menn hefðu látið af því í bankastarfsemi þegar jafn mikið hún hefur breyst og fæst inn í tölvur og svoleiðis. Að byggja hér, þetta glæsihýsi á dýrustu lóð sem hægt að finna á Íslandi. Já, einmitt. En bankin sjálfstætt fyrirtæki og ráðherrar geta ekki skipað bönkum fyrir. Það af sem áður var þegar það var kannski beint eða svona oft á tíðum töluvert samband milli ráðamanna og bankastjóra í ríkisbönkunum. En þó finnst manni nú að bankin ætti í ljósi eignarhaldsins að taka tillit til þess